við ætlum að víkja sjónum austur á land. Í dag hefur staðið yfir atkvæðagreiðsla hóps fólks boðun verkfalls í verksmiðju Alcoa, Fjarðaáls á Reyðarfirði. Þetta búið að vera svona nokkuð langvinn deila og sér ekki fyrir endan á henni. Á línunni Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir hjá Afli. Sælblessuð, Hjördís Þóra. Já, sæll. Núna þegar við erum að tala saman þá klukkan 9 á mánudagsmorgni. Mér langar að biðja þig að svona rekja þessa kjaradeilu, hvenær hún hófst, hvað hún snýst og svona reyna að ganga út frá því að hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar þekki ekki málið vel. Já, það þannig að við erum með vinnustaðasamning, það að segja Afl starfsgreinafélag og Rafiðnaðarsamband Íslands við Alcoa Fjarðaál vegna þeirra félagsmanna sem þar starfa. Þessi samningur var með gildistíma út febrúar á þessu ári. Við hófum viðræður endurnýjun hans í desember og síðan rann hann út í eins og ég sagði febrúarlok. Við höfum á þessu tíma verið í viðræðum við fyrirtækið með nokkuð jöfnum hætti, þó hafa komið tímabil þar sem að vera að hafa legið niðri. Við vísum deilunni til ríkissáttasemjara á vordögum þegar að ljóst var að við myndum ekki ná að klára samning án hans aðstoðar. Já. Það hefur síðan ekki náðst þrátt fyrir milligöngu hans og við erum komin í það ferli núna að þrýsta á með atkvæðagreiðslu verkfall sem atkvæðagreiðslun hefst núna klukkan 10 og stendur í viku. Einmitt. Ekki starfsmenn álversins í mörgum stéttarfélögum? Nei, þeir eru aðalega í þessum tveimur stéttarfélögum. Afl starfsgreinafélag svona deildaskipt félag. Við erum með framsýslustarsmennina, við erum með iðnaðarmennina, aðra rafiðnaðarmenn. Við erum líka félags sjómanna og verslunarmanna, þannig að við erum svona deildaskipt félag, þannig að langflestir eru hjá okkur. Já. Og hvað ræðir stóran hóp? Það eru 466 á kjörskrá hjá okkur og eitthvað 30 hjá Rafiðnaðarsambandinu, þannig að þetta eru tæpir 500 starfsmenn. Af hve mörgum? Ég veit ekki alveg hvað eru margir fyrir utan. Nei, en þeir eru tiltölulega fáir. Einhverjir tugir. Já. Þannig að þetta langsamlega stærsti vinnustaður svæðisins, eða hvað? Já. Og Afl svona vinnustaða náttúrulega stundu kemur fram einhver svona menningarbundin munur á því að vera að semja við íslenska aðila eða erlend stórfyrirtæki. Hefurðu rekið þig á einhvern svona menningarmun í þessari deilu umfram það að þú verður að semja við alíslenskt fyrirtæki? Já, kannski ekki menningarlega mun, en það virðist vera dálítið langur þráður til þeirra sem hafa í raun og veru málið að segja. Já. Við erum auðvitað með starfsmenn úr fyrirtækinu sem eru að semja við okkur, sem eru hinn með við borðið, sem eru í samskiptum við erlenda aðila. Já. Í væntanlega höfuðstöðum eða einhvers konar, já, einhver slíku. Boðleiðir séu svona stundu fulllangar. Þær eru alltaf langar okkar mati og við höfum svo sem kvartað yfir því. Já. Það hafa líka komið upp einhverjar væringar þrýsting og eitthvað svoleiðis. Viltu tjá þig það? Kom upp þarna daginn, já, að eftir að við funduðum með félagsmönnum, við héldum þarna 10 fundi með félagsmönnum, svona heyra þeirra afstöðu og heyra hljóði í mönnum og eftir þá fundi fengum við upplýsingar það að það væri verið að þrýsta á þá á hálfu stjórnenda að gefa upplýsingar hvað væri hvað framfæra á þessum fundum og slíkt. En við höfum fengið síðan fullvissu það að það hefur verið tekið á því innan fyrirtækisins. Já. Og þetta voru fundir sem áttu að vera trúnaðar eða hvað? Já, við svo sem báðum ennum að vera ekkert að þetta var bara svona innan hópsins og öðrum kemur það í raun og veru ekki við hvað fer fram á félagsfundum eða fundum í félögunum. Nei, einmitt.
nema sé einhver ákvörðun það sérstök, sko. Einmitt. Nú eru fleiri álver í eigu erlendra aðila í þessu landi. Er eitthvað sem að greinir að þær samningaviðræður sem verið hafa og hefur strandað á, því það jú verkfallsboðun sem yfirvofandi ef atkvæðagreiðsla fer þannig. Er eitthvað sem að er öðruvísi á milli viðsemjenda í þessu máli og ykkar og hvað varðar hinn álverin? Já, nú þekki ég það ekki eigin raun, þau eru auðvitað ekki á okkar félagssvæði. Nei. Við höfum hort til þess að fá sambærilegar hækkanir og samið var í Vestmýrum og Grundartanga, en þau endurnýjuðu samninga sína í síðastliðinn vetur eða undir vor. Já. Og við höfum svo sem hort til þess að fá sambærilegar hækkanir inn í þennan samning og viðsemjendur okkar eru á öðru máli og þar eiginlega það sem strandar á, það er launaliðurinn. Það er launaliðurinn. Það er einhvers konar tenging við vísitölu eða hvernig tengingin er það ekki einhvern veginn þannig? Við erum auðvitað að gera ráð fyrir kjarasamning til margra ára. Já. Og upphafshækkunin er bara umsemjanleg og við erum ekki að tengja hana við vísitölu. En hin álverin eru með tengingar við vísitölu á næstu 3 árum. Og það svo sem það sem að við erum líka að tala um. Já. Og að því að það auðvitað ákveðin óvissa og við erum auðvitað með fasta samninga á almenna markaðnum. Já. Og sem að geta mögulega opnast ef forsendur þeirra standast ekki. En við viljum auðvitað tryggja þennan hóp félagsmanna að þeir festist ekki í einhverju öðru launaumhverfi heldur en annað launafólk í landinu. Já. Er þessi hópur ekki mikið til á vöktum? Jú, þetta blandaður hópur, annars vegar vaktavinnumanna og hins vegar dagvinnumanna. Já. Og stærstur hlutin vaktavinnumenn en alls ekki allir. Nei. Og það náttúrulega slítandi í sjálfu sér að vera að vinna á næturnar og svoleiðis, þannig að þið teljið miklu varða að launaumhverfi starfsmanna sé gott og í samræmi við aðstæður. Já, við teljum það vera. Það auðvitað vita mál að vaktavinna hefur ekki góð áhrif á líkamann. Nei. En við erum auðvitað viljum við vega okkar félagsmanna sem mestan og bestan. Já. Og það eiginlega bara deila snýst um launahækkanina fyrst og fremst. Já. Bara svona fyrir forvitni sækir, ertu því kunnug hve stór hluti starfsmanna í þessu álveri fæddur á Íslandi? Það eru ekki kannski nákvæmlega, en það eru 180 félagsmenn okkar, sýnist mér, af þessum hópi. Það tæpi 200 sem með erlend nöfn. Já. Það segir náttúrulega ekki endilega alla söguna, en það allavega stór hluti sem er starfandi þarna inni sem kemur erlendis frá. Já. Og þekkir kannski ekki vel samningin eða íslenskt umhverfi. Nei. Ég held að það sé kannski það sem að strandar svolítið á hjá þeim sem semja við okkur, að ef það eru erlendir aðilar sem stjórna viðræðunum að þeir þekkja kannski ekki íslenska umhverfið og íslenska efnahagslífið. Einmitt. Ekki með sama hætt og við. Akkurat. Þetta minnir mig líka á sögu sem að leiðsögumaður sagði mér daginn að hann var að ræða ferðaþjónustu og hann kom á stað á Suðurlandi þar sem fólkið í ferðaþjónustunni var alltaf erlendu bergi brotið, það gerði ekkert annað en að vinna. Það bjó í einhverjum gámum, það hafði engan tíma til þess að gera neitt annað en að vinna yfir sumarið. Hann gaf sig á tal við starfsmann og spurði hvort þetta væri ekki alveg voðalegt og hann svaraði besta vinna sem ég hef unnið. Þá átti hann við það að launin væru mjög góð miðað við það sem hann væri vanur að gera og þetta leiðsögumaðurinn sagði þessa sögu til þess að benda okkur á að allt snýst samanburð, þetta allt afstætt.
sumir hafa einmitt lýst áhyggjum af því að ef verkalýðsfélög standa ekki fast í lappirnar og ef það ekki svona ákveðin samstæða þessi mál þá gæti svo farið að þessar mannmörgu verksmiðjur Íslands verið að langmestu leyti bara mannaðar fólki sem kemur að utan og hefur annað sjónarhorn á málin heldur en við sem fæðumst hér. Hvað segir þetta? Já, ég auðvitað kannski veit ekki alveg, sko þessi starfsmenn sem þarna starfa núna, það langur aðdragandi, þjálfun og annað sem í gangi áður en menn fara að starfa, þannig að ég held að þeir séu ekkit endilega nýkomnir til starfa, þeir sem þarna starfa og þó þeir séu með erlend nöfn. Þannig að vonandi eru þeir komnir inn í þetta íslenska kerfi og þeir eru auðvitað að vinna sambærilega vinnutíma og aðrir og þannig ég hef engar upplýsingar annað en að þeir séu bara að vinna sama vinnutíma og aðrir starfsmenn og hafi þá tíma til þess að kynna sér aðstæður og vonandi samningin líka. Já, spurningin að það myndi gera viðhorfskönnun á meðal starfsmanna eftir í hvort eru fæddir í Íslandi eða ekki, hvort sko ánægja starfsmanna sem koma hingað sérstaklega inn til landsins til þess að vinna störf eins og þetta yrði meiri heldur en hérna innfluttu, það hefur kannski verið, innfæddu, það hefur kannski verið gert. Við höfum gert viðhorfskannanir með félagsmenn okkar á hverju ári. Já. Og þar eru við að horfa til launa og vinnutíma og ánægju með störf og viðhorfi félagsins og fleira. Við höfum kannski ekki greint það endilega á milli þjóðerna hver niðurstaðan sé, en Varða hefur verið að gera slíkar kannanir, þannig og gerði við að mikla könnun á held ég síðast eða þar síðast ári. Og hvernig voru niðurstöður? Ég man það nú ekki þannig ég get fara að rekja þar hér. Nei. En það kom í ljós svona aðstæður erlendra félagsmanna okkar voru oft mjög slæmar. Já, það nefnilega það. Á þess að ég sé endilega tengja það inn á þennan vinnustað. Nei. Ég vænti þess að þeir búi við sömu aðstæður og aðrir. Einmitt. Og það ekkert víst að sagan sem ég sagði áðan sín einn dæmisaga að hún vísi neitt út fyrir sig bara sem maður haldi þín út til haga. Já, hún náttúrulega úr ferðaþjónustunni og við þekkjum svolítið til hennar líka. Já, en sko þetta langstærsti vinnustaðurinn, það eru sennilega tugir undir verktaka, allt atvinnulíf meir og minna, nei, þetta það allt og mikið sagt, en það gríðarlega stór hluti af atvinnulífinu í þínu héraði sem að snýst þennan vinnustað, ekki satt? Jú, það eru til viðbótar við þessa starfsmenn sem vinna og eru á launaskrá hjá Alko og þá eru einhverjir tugir af starfsmennum sem vinna hjá þeim undirverktökum sem starfa þarna inni. Einmitt. Og þeir eru ekki undir þessum samningi. Nei. En maður svona veltað fyrir sér ef verkfalli yrði samþykkt, sko ef ég skildi það rétt þá hvenær liggja fyrir niðurstöður úr atkvæðagreiðslunni? Næsta mánudag. Það stendur yfir í viku. Eftir viku. Atkvæðagreiðslan, já. Þannig að niðurstaðan liggur fyrir eftir viku. Og ég held ég hafi lesið einhverstaðar ef verkfallsboðun verður samþykkt hefst verkfalli klukkan 00:01 einni mínútu eftir miðnætti 25. mars 2026 og verður ótímabundið. Já, það þannig í þessum vinnustaðasamningi að við erum mjög takmarkaða heimild til verkfallsboðunar og það sem 6 mánaða ferli frá því að verkfall hefur verið samþykkt þangað til að kemur til framkvæmda. Já. Og eftir þessar 6 mánuði þá fyrst byrjar niðurkeyrslan, að slökkva kerjum og þetta auðvitað heilmikið mál og slíkt ferli tæki alltaf 3 mánuði. Þannig að þetta ekki að gerast alveg á morgun? Nei, þetta ekki að gerast alveg á morgun en við erum kannski benda á það líka, við erum búin að vera 9 mánuði í þessu viðræðum. Eins og þú listir á hann. Og sko eyðilegging verðmæta náttúrulega alveg svakaleg þegar ræðir svona framleiðslu. Þannig að þið ættu að vera þrýstiafl í þessu, ekki satt? Jú. Sko, ég aðeins að skoða kosninguna hérna. Þið væntanlega vonist eftir góðri þáttöku. Félagsmenn eiga skrá sig inn í kosningunum með rafrænum skilríkjum og hún fer fram á íslensku, ensku
og pólsku og það eru tungumálastiklingar, þannig að þarna á að vera jafnræði. Já, við væntum þess, já. Og það var núna, sem sagt, þessi kosning, hún byggir á hvað samþykkt trúnaðarráðs fyrir helgi eða? Já, það var samþykkt trúnaðarráð, samþykkir að láta fara fram þessa atkvæðagreiðslu, það var fundur á fimmtudaginn hjá okkur og miðvikudaginn hjá Rafiðnaðarsambandinu. Þannig að það er búið að fara í gegnum hefðbundið ferli hjá báðum félögunum. Já. Hvað geturðu sagt okkur, hvað er tekist á svona háar fjárhæðir í þessu samhengi núna? Ég ætla ekki að fara að ræða tölur hér, við ræðum það við samningaborðið. Já. En þetta þú nefndir áðan launaleiðin, við erum bara að tala deilu tölur, við erum ekki að tala breyting á vinnutíma eða svoleiðis eða eitthvað. Nei, við erum ekki að tala um breyting á vinnutíma. Það er reyndar þarna einn dagur sem var með sama hætti, 1-2 dagar sem sami var á Vestmiðunum á Grundartanga, Já. sem þeir kalla útréttingadaga. Já. Og þeir eru upp á borði hjá okkur líka. Einmitt. Býrðu yfir upplýsingum eða ertu fús til þess að upplýsa meðal laun, segjum ófaglærðs starfsmanns hjá Alcoa? Ég er ekki tilbúin að ræða það hér, ég hef ekki kynnt mér málið til að ræða það opinberlega. Það sem að hefur kannski svolítið staðið í viðsemjendum okkar, það er akkúrat launatablan. Hún er dálítið víð. Og við höfum svona í gegnum tíðina verið að menn eru svolítið að trappa sig upp í launum vegna hæfni og starfsaldurs og síðan bara okkur gæfa til þess fyrir einhverjum samningum síðan að semja stóriðjuskóla. Já. Þar sem starfsmenn hafa tök á að mennta sig í þessu fagi. Og hann er í 2 þrepum og það nám gefur launahækkanir. Já. Þannig að þar að leiðandi er tablan svolítið víð. Já. Einhvern tíma var rætt að kennarastéttin við háskólann á Akureyri þegar hann var nýstofnaður, þeir voru kallaðir flugkennararnir því að það voru svo margir búsettir í Reykjavík og flug á milli. Ertu með tölur yfir það hvort það er mikið að fólk búi annars staðar utan Austurlands eða eru langflestir starfsmenn þarna búsettir á Austurlandi? Það eru langflestir starfsmenn búsettir á Austurlandi og ég hef ekki tölur yfir þá hvað eru margir sem mögulega búa annars staðar, það eru mögulega einhverjir sem búa á Norðurlandi. Já. Og nei, ég hef ekki tölur yfir það, en þetta svæði er auðvitað nokkuð stórt. Já. Það eru áætlunarferðir frá, ég held alveg Breiðdalsvík og Seyðisfirði og Héraðið sem fyrir starfsmenn sem þarna starfa. Þannig að þetta svæði er náttúrulega gríðarlega stórt og segir þá líka að það er nokkuð langt að sækja í vinnuna fyrir stóran hóp starfsmanna. Hefur vinnustaðurinn komið á móts við starfsmenn sem eru greiddir samgöngustyrkir ef þú býrð steinsnar frá verksmiðjunni? Það eru áætlunarferðir á vegum fyrirtækisins sem fyrir starfsmenn til þess að koma og fara í vinnu frá þessum stöðum. Og það er skráðin í kjarasamningin, ég man ekki hvort ef það eru fleiri en 5, þá eru rútur, já. Ég skil. Því ég er ættaður Mývatnssveit og þekki vel til þar, þá veit ég að þaðan hefur fólk á einhverjum tíma sótt störð þarna, þannig að ég var forvitin. En er það líka staðreynd að starfsmönnum finnist að þegar vel gengur í rekstrinum að þá njóti þeir einhvers ábata, svona eins og þekkt lykilstjórnendur toppa stórfyrirtækja og svo framvegis? Já, hluti af launakerfinu er svokallað frammistöðuávinningur og sem að gefur starfsmönnum ávinning ef vel gengur og hann er samansettur mjög mörgum þáttum. Já. Og
í síðustu samningum 20 eða 21 og var hluti af þessum ávinningi tekin inn í launin. Eftir standa það bil 5% sem er sem sagt viðmið eða markmið ávinningsins eins og hann í dag og hann að sveiflast svona eitthvað aðeins upp á við og niður á við líka þá. Og er þetta kerfi, það einhver leyti staðlað eða líkt á milli þessara vinnustöða, annara álvera? Það ég ekki viss og ég þekki það ekki. Nei, einmitt. En sko, það sem verið að taka tillit til getur breyst. Já. Og þannig að sko, hann byggir á mörgum þáttum. Einmitt. Heyrðu, Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, það búið að vera fróðlegt að spjalla við þig. Hver eru svona skilaboðin til félagsmanna? Það hefur komið fram að atkvæðagreiðslan taki viku. Já, skilaboð til félagsmanna eru þetta fyrst og fremst að taka þátt í atkvæðagreiðslunni sem að fer á stað eftir, rúman hálftíma og sína þar með afstöðu sína og styrkja. Auðvitað þarf að styrkja samninganefndina. Við erum með 19 manna samninganefnd sem að starfsmenn kusu. Auk þess eru starfsmenn frá félagunum og þeir eru auðvitað, starfsmennir eru auðvitað bakhjarl þessara nefndar og við erum að tala þeirra kjör þannig að við erum að leita eftir liðsinni félagsmanna í þessari deilu. Þannig að við vantum þessu auðvitað að félagsmenn samþykki verkfall. Já. Hvað myndirðu vilja sjá góða þáttöku? Já, ég vil alltaf sjá góða þáttöku í öllum atkvæðagreiðslum sem við förum í og það er það sama núna. Ég ætla ekki að nefna neina tölur væntingar en ég hef væntingar til þess að við fáum góða þáttöku. Með stemmingun á fundunum sem við héldum að þá hef ég ástæðu til þess. Já, svona rétt í lokin finnst þér líklegra en ella sem sagt að verkfall verði samþykkt? Já. Já, einmitt. Þannig að það eru mögulega stór tíðindi í kortunum. En Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, hjá Afli, kæra þakkir fyrir spjallið og bestu kveðjur Austurland. Takk fyrir það. Ekki fara langt eftir andartak heldur rauðaborðið áfram. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.